Eins og þið vitið þá geta öll efni verið í föstu formi, eins og til dæmis klaki, fljótandi, eins og fljótandi vatn, eða í loftkenndu formi eins og vatnsgufa. En í efnafræði þá notum við ákveðin tákn til þess að sýna fram á í hvaða ham efnið er. Þið vitið að formúlan fyrir vatn er H2O. Þetta þýðir bara vatn. Segir mér ekkert til í hvaða ham efnið er. Er það klaki, er það vatn eða er það gufa? Ég get sett lítið S hérna fyrir aftan, sem stendur fyrir solid á ensku. Þetta er fastform. Eða storkuhamur. H2OL stendur fyrir liquid, sem er þá fljótandi form, eða vökvahamur, og H2OG er þá loftkennt form eða þá bara lofthamur eða gashamur. G stendur fyrir gas. Hvað með öll hin efnin? Ef ég er að tala járn. Jú, ég get sett járn og lítið S, og sjáðu, stafurinn er lítill og aðeins fyrir neðan. Þetta er járn í föstu formi. Og svona get ég haldið áfram. Ég get notað í raun hvaða efnasamband sem er eða hvaða frumefni sem er og hengt þessa stafi við, þá segir það mér. Er það í föstu formi S, í vökvaformi L eða fljótandi formi G. Ég má skipta hinu út. Ég þarf bara að vita hvað á ég að nota og það stendur yfirleitt í dæmunum sem þið eruð að lesa.